Góðan daginn og velkomin hingað á þennan stað sem við þekkjum nú mjög vel, orðið, enda þessi þáttur númer 135 held ég. Ég held sé nú reynda fleiri, ég byrjaði ekki að telja þá fyrir en bara seinna, ég var búinn að gera held ég nokkra þætti þegar ég fór loksins að telja þá. En svo byrjaði ég á því og þessi held ég sé örugglega númer 135. Og þetta sama yfirskriftin yfir þessu öllu saman, þetta biblíu þátturinn okkar sem að því leyti til sérstakur að hann hvetur okkur til að lesa orð Guðs sjálf. Því að þannig það nú líka að ég þarf að skila mér til viss staðar og ég held að ég veit orðið að þetta sé nú staðreynd og þetta sé eitthvað sem ég þarf að gera og hér eru bækur eða bók mér á sitt hvora höndina, reyndar sama bók, mismunandi gamlar þýðingar og þar hef ég allt sem ég þarf að vita og þekkja til þess að ég geti skilað mér þessa ágætu leið og nú þarf ég að byrja aftur. Komið sæl og blessuð. Ef ekki að leyfa bara kertunum loga úr því ég var búinn að kveikja á þeim áður ég byrjaði þáttinn. Svona aðeins öðruvísi breytingin á þessu, aðeins öðruvísi núna heldur en hefur verið og okkur líka það illa, séð áður. Þetta verður alltaf verið nákvæmlega eins og það alltaf verið. Og hann það best. Það allt í lagi að þetta sé alltaf eins. Ef þetta eitthvað vit í þessu sem verður að gera, þá má það alveg vera bara eins áfram og nú ef að menn vilja breyta, þá náttúrulega ekki þar með komin einhver heimsendir. En það nú stundu þannig að við erum svo vanafast þetta ágæta fólk að við lítum nú á það upp undir heimsendir að ef eitthvað aðeins hnikra til. Svona nú maðurinn Gerður, hann vanafastur fram í fingurgóma og svo hniklar hann byrjurnar þegar hann verður var við að einhverju hafi verið snúið og svo framvegis. Það svo sem erfitt að ráða við þetta því að svona eru bara menn. Þeir vilja ganga öllu vísu og það ekkert að því að vilja ganga öllu vísu. Það vil ekki að eyða hálfum og heilum degi að leita að einhverju sem á að vera þarna á einu stöðum. Það nú ekki gott en stundum erum við að leita að einhverju sem við teljum okkur vita hvað og svo hefur verið að gera eitthvað undan okkur og taka til og þá finnum við gömlum mennirnir ekki neitt. Og þá verðum við ægilega fúlir í framann og jafnvel látum orð falla sem eru óviðeigandi aðstæðum en það nú eitt af því sem að trúin nú að reyna að lækna okkur af. Það þessi óviðeigandi orð sem við látum falla í einhverju geðshræringu. Trúin mögnuð og hún gefur okkur, færi fram í okkur stillingu sem að við svona fyrir betur að stjórna og ráða við og erum því oftar þetta stilta prúða fólk. Þannig það allur akkur í að fylgja Jesú að nafni á máli og svo að líta í bókina sem hann gefur okkur og því hún leiðsögubókin í gegnum lífið. Hún frá degi til dags, má segja, hún frá degi til dags og hún sérstaklega skrifuð fyrir þig. Já, og nú rakstu upp stór augu en þannig það. Þetta allt saman fyrir einstakling, þessi bók fyrir einstakling, alveg svo trúin fyrir einstakling. Trúin þín
Þú ræktar hana og rækir hana sem einstaklingur. Þú getur ekki rækt trú fyrir aðra því hann annar einstaklingur. Ef hann vill ekki rækja sína trú, og ég meina, hvað getur þú gert? Þú getur nú ósköp lítið gert og kannski vildur gera eitt og annað, en það allt annað mál að vilja gera eitt og annað og hvað það sem maður getur. En þú getur gert margt og það sem þú getur gert í Jesú nafni, það skaltu líka gera. Og sinna vel og rækja vel og vera trúfastur við. Og það eitt af því sem að Drottinn vill að við séum trúfast við, að það að lesa orð Guðs. Því að trúin, já, uppgötunin að þegar þú sannfærist að Kristur væri raunveruleiki, þá kom líka bókin strax upp í huga þinn. Á hvaða stað sem hún var áður, það skiptir ekki máli, en eftir að þú ert viss hvað máli snýr, þá ferðu líka að þrá að eignast þessa bók og fræðaði hvað hún hefur að segja. Og þú og ég og við berum ábyrgð sjálf á að fræða okkur upp bókinni og leyfa henni að vera svolítið vinur okkar. Og hún verður það, ef við viljum það sjálf, og við drögstum að henni, trúin okkar dregur okkur að orði Guðs og það eðlilegt. Því orð Guðs einstakt, það engin bók sem að jafnast á við orð Guðs fyrir trúaðan mann. Það búið að skrifa þetta alveg fullt af bókum af trúuðum mönnum, en flestar þessar bækur, ja, margar af þessum bókum eru þá í einhverju tengingu við Biblíuna til að útskýra og hjálpa okkur að skilja það sem innihaldið en það allt í lagi að skrifa svona bækur sem útskýra Biblíuna, en mín reynsla af þessu að Drottinn sér bara það sjálfur fyrir hvern og einn. Skilningurinn sem að ég hef fengið upp úr orði Guð, sem ég tel vera þokkalegur, þetta allt saman komið meira og minna frá honum sjálfum, og opinberanir sem ég hef fengið, þær bara koma, já, þess vegna þegar ég bara hér, já, einn og sér. Því að það nú líka þannig að einn og sér raun og ekki til, því að þú ert aldrei einn, því að Drottinn alltaf með þér. Hann náttúrulega í þér fyrir sinn heilaga anda, og hann getur verið að tala við þig bara þegar hann vill sjálfur, og hann talar ýmislegt við þig, já, og þó bara tveggja manna tal, og sem enginn veit að hafi farið fram fyrir að þú opnar munninn og fyrir að tjáði það við þá í kring, sem eru verðu í þess að taka við orði Guðs. Það ekki allir verðu í þess að taka við orði Guðs, og í raun og veru maður að bara kasta tíma sínum að glæ með því að yfirleitt að reyna að útskýra fyrir fólki sem hefur engan áhuga á því. Og akkur á ég að vilja eyða tíma mínum til einskis, ég þarf það ekki. Þetta líka það sem að við lærum, að það til dæmis bara þessi setning að trúin ekki allra, segir allt það sem við þurfum að vita hvað þetta varðar, og þess vegna drögstu að öðrum trúðum, og Drottinn þetta undirbjóð það allt saman fyrir okkur og með okkur, með því að búa til samfélag með sínu fólki innandyra. Við köllum það kirkjum, já, við köllum það samfélag, en þetta staður sem Drottinn tók frá fyrir sitt fólk að geta komið saman. Og það ýmislegt sem fæðist við það verður til uppörfun og það verður til gleði og fögnuðurinn, vegna þess að orð Drottins yfir. Og það verður aldrei skilið frá trúuðum manni og trúaðri konu, vegna þess að það yfir. Það í hjartamannesku og hún ber þetta með sér hvert sem hún fer, og vegna þess að trúin verður það öflug í okkur, hvort sem mér eða þér, þá verður okkur tamt að tala trúna, og okkur líður alltaf best, og við erum svona mest sammála þegar við erum að tala trúna, sammála. Ertu sammála því að við séum sammála? Ég nú búin að vera í þessu, já, yfir 30 ár, og ég hef ekkert lent inn í einu orðakasti við menn orð Guðs, það man ég ekki. En stundum maður ekki alveg sammála því sem menn segja, en þá bara, já, ok, hann sagði þetta, og hvað var það mig það?
Þannig að ég allavega ekki mikið innan fólk sem að rífast orð Guðs. Ég þekki það mjög illa og vil ekki kannski heyra neitt það. Orðið ekki til að rífast Orðið til þess að byggjast upp af og ef þú varst að rífast þá ertu nú ekki leið að byggja þig neitt upp eða hvað, byggist þú mest upp í gegnum rifrildi. Ég held að jafnt sé á komið með okkur hvað það var það. Þó ýmislegt sé kannski í misjátt. Þá byggistu ekki upp af því að rífast orð Guðs og þess vegna sé ég nú ekki mikið að menn sé að rífast orð Guðs. Ég sé það nú ekki svo mikið. Menn eru kannski ósammála einhverjar setningar og það er náttúrulega bara vegna þess að rokinn svo mikið og stærðarleiti svo mikið að hvoru gefur sig. Og hvort er rétt? Ég veit það ekki. Ég vil bara læra mitt orð og læra að tjá mig rétt það. Og ef ég get ekki treyst orði Guðs til þess að kenna mér það sem er réttar í Jesú nafni, hver þá? Þá fór ekki flest skjól. Og kennum við ekki og segjum við ekki að orð Guðs að lifandi Guð standi á baku orð sitt. Þannig að við erum með bæði axlabönd og belti þegar kemur að orði Guðs og að skilja og skynja orð Guðs með réttum hætti. Þannig að við erum á nafnsökunnar ef við erum eitthvað að láta dragast aðvega hvað skilning orði Guðs varðar. Þegar þú getur hrópað eftir skilningnum bara þar sem þú ert og þú stundum einn og jafnir þar getur hrópað eftir skilning orði Guðs því að Guð er með þér. Hann hefur gefið mér sjálfur megin hluta af þeim skilningi sem ég hef orði Guðs. Ekkert endilega, þeir sem eru að ræða, en þannig er það nú líka þegar maður er að tala Guðs orð, hvort sem það er ég að þú eða hver sem þá kemur alltaf ykkur þekking út úr því, þannig að það er alltaf gagn að því að tala Guðs orð. Og við gerðum það með réttum hætti að því við erum fyllt heilugum anda, þannig að við þurfum ekkert að vera að hafa svo miklar áhyggjur af þessu. Ég hef engar áhyggjur af þessu og þó ykkur segi eitthvað við mig þá þarf ég ekki þar með sagt að gleypa það og ég þarf ekki þar með sagt að ýta því frá mér. Men mega alveg segja það sem þeir vilja, en það er mitt að allavega vera það vel að mér að bara eiga ekkert við sönd. Og ef einhver segir eitthvað að viti og biblíulegt þá líka megum við alveg taka við því. En við erum ekki við þetta til þess að rífast við fólk. Það hef ég ekki orðið var við að væri nú svo mikið í kringum mig að það hafi verið alveg frá því að mín trúarganga hófst. Ég allavega ekki mikið þar og ég þekki þetta ekkert mikið prívat. En ég heyri auðvitað eins og þú ýmislegt, en sjálfur hef ég ekki orðið svo mikið var við það. Kannski er ég ekki innan fólk sem eru þrasarar og þrasgjarnir. Reyndar leiðist mér svoleiðis fólk mest allra manneskja. Þetta er maður ekki mikið innan það sem maður veit að bara mæðir mann. Það væri nú skynsamlegt að eyða ómiklum tíma þar og enda þarf maður ekkert að gera það. Það er nú öðrum stöðum til þar sem að betri háttsemi er. Og þar vill maður frekar vera. Við erum samstillt eitt, það er orð Guðs, og það er bókin sem við erum mest að tala mest að tala og eða þó Guðs orð sem við erum með í hjartanu og tjáum okkur það. Við erum sama til þess að gera þetta. Við erum að muna hvað þetta snýst, að við erum sama komin til þess að fjalla orð Guðs, ekki til þess að tala eitt og annað þannig séð þó við gerum það nú kannski inn á milli. Þó erum við fyrst og fremst að koma til þess að tala orð Guðs og það er samfélagið. Það er byggt upp orði Guðs og þeir sem eru þar, þeir vilja helst bara tala það sem er gott og göfugt og þá er orð Guðs það sem er best og göfugast. Þú átt ekki neitt annað til sem er göfugur á orði Guðs og því að það liggur alveg fyrir að við erum þó bara þeim megin línunar þar sem þetta er gert. Og þannig að orð Guðs, það stendur alltaf af sér alltaf storma. Það er ekki þess valdandi að
komi stormur, en það stendur af sér alla storma ef þeir koma. Þá það eitthvað sem utan að komandi og ykkur í vondu skapi og allt saman það, þið vitið hvernig þetta er. Og meðan að maður er maður og þá má búast við alls konar á honum og henni, og það er eitt af því sem við búum við og þurfum stundum að þola. Og við þolum nú ýmislegt, við höfum lært ýmislegt í gegnum langa tíð. En ekki svo að skilja þetta hafi hrint einhverjum frá, jú, þetta hefur þetta hrint einhverjum frá, en ekki mér allavega. Ég er enn að glíma við þetta eins og ég hef gert í áratugi. Og ég kann ennþá jafn vel við verkefnið mitt eins og mér hefur alltaf kunnað við og mér hefur nú ekki alltaf kunnað, ég hefur nú ekki alltaf kunnað að meta öll verkefni sem ég hef verið í, en ég kann mjög vel að meta þetta verkefni sem ég er búin að vera við núna í áratugi og er ekkert að hverfa neitt úr því. Þegar þetta er í dagi mína og kýr og þetta er þessi hjartað mitt þar á að vera undir og yfir og í sér hverja stund og þannig hefur það nú verið og að því leyti til maður lukkunar pamfíll, maður hefur getað leyft sér þetta. Hefur það kostað mig eitthvað? Bara kostað mig það að ég komin yfir í betra hlutskiptið. Það er einhver löstur eða ljóður og þá náttúrulega er maður ekki alveg að skilja málið. En auðvitað er maður þar sem maður vill vera og telur betra að vera og þannig erum við nú öll og ég valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá mér tekið, sagði drottinn við Mörtu sem var að mæðast yfir því að systir hennar sat þarna eins og kless á gólfinu og að hlusta á orð Guðs. En hún alveg svoleiðis upptekin við að uppvarta gestina svo systir hennar hann ekki að gera neitt. Það er nú eitt maður. Við erum ekki að gera neitt eða við erum ekki að gera eins og ykkur annar. En Marta, blessunin María virkiði, hún var nú heldur betur að gera sitt verk og vinna alveg fulla vinnu við að bara hlusta og meðtaka það sem drottinn hafði að segja. Það er líka að vinna að hlusta og meðtaka og vinna úr. Það er líka, þú getur líka orðið þreyttur á því ef þú ert alveg bara stöðuð til því, þú þekkir það nú. Þegar þú varst að læra, þegar þú nefntir að læra og nefntir að taka eftir í tíma í gamla daga, þá varstu nú bara þreyttur eftir daginn bara af því að hlusta og meðtaka og vinna, já, bara þína hugar vinnu, þannig allt er þetta að vinna. Það er ekkert fyrirhafnalaust og okkur á eitthvað að vera fyrirhafnalaust. Lífið er ekki fyrirhafnalaust og það er nú eitt af því sem að Biblían, orð Guðs og trúin hefur kennt mér í gegnum tíðina. En trúin er með okkur til þess að hjálpa okkur í gegnum þetta allt saman til að verkið verði betra og léttara. Þess vegna erum við að hvetja okkur sjálfa að þessu borði sem heitir Biblíuborðið og já, við getum sagt það. Og þar erum við með þessa yndislegu bók sem við getum lesið við viljum og þegar við viljum og við og hvatt aðra til að gera slíkt við sama og þetta er einmitt þátturinn sem hvetur mig og þig og okkur til þess að lesa sjálf því að það er miklu mikilvægara en menn kannski tala að gera þetta sjálfur. Af hverju? Það liggur alveg fyrir af hverju. Drottinn dó fyrir einstakling. Hann benti á þig og sagði ég ætla að fá þig til mín. Og þú komst til hans, það heitir að endurfæðast og þú komst alveg blankur og blautur á baku eyrun eftir þessa endurfæðingu og í raun ertu komin á byrjunarreit. Og hvað segir byrjunarreiturinn mér? Jú, ég þarf að skoða hvað hann hefur upp á að bjóða. Og þá byrja vinnan við það og drottinn tekur með því skrefin í átt að sér og þú styrkist á göngunum vegna þess að þú ert að læra upp úr orði Guðs hvað þetta er, þessi nýji vegur sem þú ert að fara. Og þér finnst hann mjög spennandi og svo á endanum þú bara, kannski mjög fljótlega, þá gefst honum bara algjörlega og þú ætlar bara að vera þarna svo lengi sem þú lifir, sem þú dregur andan. Og þá erum við sem að þar erum komin í mjög góð mál því að þetta er það sem að maðurinn á að gera og svo líka fyrir utan það að þegar þú ert komin á þennan stað að þá sérðu hégóma.
í kring og eftirsóknin eftir vindi sem þú varst undir og yfir, að eiga þetta og eiga hitt og allt saman það, auðvitað allt til að eiga einhvað ef menn vilja það. En þú tekur ekkert að þessu með þér. Þú ert að streða og rembast þessu rjúpan við staurinn við þetta og hitt, en svo allt í einu ertu farin. Og þetta verður allt saman eftir. Hver fær það? Þú hefur ekki hugmynd um það. Og þeir varðar raun og veru ekkert um það því að þú ert ekki lengur neitt við þetta. Þú skildir eigur þínar eftir og það lenda í höndum ykkur annar nú eða bara grotna niður og eyðast upp og verða að engu. En þannig endur þetta nú allt sem við erum að gera hér á jörðinni að það verður að engu. En trúið þín sem þú átt í hjartan, hún kemur þér áfram og eftir að síðasta andvarpið tekið þá ferðu til drottins þangað sem trúin vildi alltaf beina þér. Og nú ertu komin í rétta höfn að því þú þraukaðir. Af hverju? Til að mynda vegna þess að þú greifst alltaf til orðsins af og til og kannski varstu reglusamur þar og gerðir þetta á hverjum degi að því þú sást tilgangin í því að nota þessa leið fyrir þína trú. Trúin núna sem þú lóst að og alveg endalaust að nú hún orðin þín ær og kýr og þitt gull og gersemi. Þetta umbreytingin sem verður þegar við tökum trúna okkar alvarlega og sjáum og skiljum og skynjum hvað hún í raun og veru Hún allt fyrir mitt líf. Ég tala fyrir mitt líf því að í hjarta mínu trú sem segir það, hún allt fyrir mitt líf. Þetta segir ekki vantrúin. Hún hristir höfuðið yfir þessu, sennilega, en vegna þess að hún veit ekki hvað við verðum að tala. Ég bið Guð að koma að þessu hjarta og fylla heilögum anda og þá veit þetta hjarta nákvæmlega hvað þessi einstaklingur, hvað hann að tala og af hverju hann talar þetta. Hann segir, þetta lífið sjálft og þú sem komin til trúar segir, já, þetta lífið sjálft. Ég vil ekki missa þessu. Og drottinn góður og hann veit alveg hvernig maðurinn svona fallvaltur og togandi sjálfan sér til vinstri og hægri.